Hér í Mývatnssveit hefur nýtt hótel verið í byggingu í vetur, Hótel Laxá, nánar tiltekið í landi Arnarvatns. Þetta þykja nokkur tíðindi hér í sveitinni því hótel hefur ekki verið hannað frá grunni og smíðað, síðan Hótel Reynihlíð var byggt árið 1949. Þetta er stemt að 3 stjörnu hóteli hérna með 80 herbergjum og gistirými fyrir 160 manns með allir þeirri þjónustu sem að náttúrulega svona hótel þarf að bjóða upp á. Það er veitingasalur, setstofa, bar, það er fundaraðstaða og bara svo náttúrulega stefnum við á eitthvað meira, til dæmis næsta sumar við stefnum á að setja hérna upp heita potta og aðstöðu fyrir þá. Þannig að þetta var bara að vera voða fínt. Og hvað, verður þetta heilsárshótel eða? Til að byrja með eða allavega í vetur verður þetta ekki heilsárshótel en komi verkefni upp í hendurnar á okkur í sambandi við opnun. Þá náttúrulega bara leysum við það, þannig að við lokum ekki á neitt en við stefnum á það að hafa þetta opið allt árið frá 2015. Það er svolítið gaman að því hvernig náttúran fær að njóta sín hérna á hótelinu. Mér sýnist þið alveg verið með gluggana á réttu stöðum. Já, sko, það er náttúrulega, þegar þú byggir á stað eins og þessum, það verður að leyfa náttúrun að njóta sín og þú verður að geta notið þess að horfa hérna út og njóta þess, þú sérð allt hérna, þú sérð fjöllin okkar, þú sérð vatnið, þú sérð ána, þú sérð allt hérna. Þannig að það var náttúrulega haft í huga við hönnunina á þessu og það var auðvitað haft í huga við hönnunina á þessari byggingu og líka hún fjalli vel inn í landslagið þannig að það bæri ekki það mikið á henni þó að þetta sé svolítið mikil bygging. Þannig að við teljum að við höfum gert vel í því. Við erum að nota náttúruleg efni hérna utanhús eins og tré. Já, við erum að nota náttúruleg efni sem að eiga í rauninni að vera í stíl við náttúruna hérna. Það er að segja náttúrulega eins og á sumrin og vonumst til þetta verði bara fallegu litur á veturna. Þannig að það var unnið með þetta, ákveða að vinna með náttúruna með sér. En hver verður í rauninni ykkar sérstæða miðað við önnur hótel hér á svæðinu? Okkar sérstæða felst í því að við erum í umhverfisvottunarferli jafnhliða því að byggja hótelið og erum hérna í svansvottunarferli og þar að auki eru fráveitumálin með svolítið öðrum hætti heldur en á öðrum hótelum hérna á svæðinu eða gistiaðstöðu. Þannig að við erum hérna með hreinsistöð sem hreinsa frá okkur alla fráveitu og skilar nánast engu út í umhverfið, engu skaðlegu út í umhverfið. Við erum mjög stolt af því. Sem sagt, vatnið frá hreinsistöðinni er hreinlega bara drykkjarhæft? Kannski ekki alveg, en það hefur aðeins verið grínast með að það væri hægt að nota það í kokteila hérna á barnum, sko. Það væri Laxár kokteilinn. Já. Það er nefnilega það. En þú ert nú ekki alveg blaut á bak við eyrun þegar kemur að ferðaþjónustu. Þú hefur starfað á báðum hinum stóru hótelunum hér í Mývatnssveit, sem sagt Selhótel og Hótel Reynihlíð. Þannig að þú ert öllum hnútum kunnug í þessum bransa. Það má alveg segja það, já, ég sé það. Ég er búin að fara hringinn í kringu vatnið í rauninni í þessu og er komið með töluvert mikla reynslu þannig að maður á að geta gert þetta almennilega. Og það er mikil þörf fyrir meira gistirými hérna í Mývatnssveit? Það hefur verið gríðarlega mikil þörf fyrir meira gistirými hérna vegna þess að hér hafa náttúrulega verið gestir sem hafa ekki fengið gistingu sem hafa því bara keyrt út af svæðinu aftur, sko. Þau hafa komið hingað, skoða svæði og keyrt út af svæðinu eins að það hafa ekki verið neinn gistimöguleikar hérna. Það hefur allt verið full nýtt, þannig að það var full þörf á þessu hóteli. Við finnum það líka í bókunum að þetta var alveg tímabært. Er bókunarstaðan sem sagt fyrir sumarið bara góð? Bókunarstaðan er mjög góð, mjög góð. En manni finnst nú eiginlega hálf ótrúlegt að þið séu að fara að opna þetta eftir nokkrar vikur. Þetta er voða hrátt hjá okkur ennþá. Já, þetta er íslenska leiðin. Við gerum þetta alltaf svona. Og ég segi þá sögu svona til gamans að hér kom bresku ferðaskrifstofamaður daginn í síðustu viku og var mjög hrifinn af þessu öllu saman og svo já, eru hvað 6-7 vikur til að opna? Já, ég sagði það er það. Já, ég sagði. Já, því Íslendingar eru náttúrulega bara klikk. En svona gerið þetta alltaf og ég veit að þið getið þetta. Þannig að þetta er bara svona, við bara vinnum svona, við erum bara vertíðafólk og við bara vinnum svona. Við bara komum þessu í ganga réttum tíma. Þannig að það verður allt orðið klárt hérna í kringum 20. júní á Hótel Laxá í Mývatnssveit. Það verður allt orðið klárt hérna hér. Já, það verður þannig. Það verður bara mjög gaman að taka á móti gestum og gangandi hérna.